Góðan daginn og velkomin í þátt númer 126 hér á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Í dag er miðvikudagurinn 15. desember og þetta er örugglega síðasti þátturinn á þessu ári. Ekki nema ég geri eitthvað svona uppgjörs þátt á milli jól og nýjárs. Ég er ekkert búin að standa mig sérstaklega vel að halda eitthvað bókhald yfir það sem ég er búin að gera. En ég hef hins vegar safnað öllum magaböndum af hnyklunum og því. Þannig að ég get svona áætlað eitthvað kílómetrafjölda. Þetta er bara búið að vera þannig ára. Það hefur ekki verið eins og önnur. Hvað varðar bókhald. Ef það heyri eitthvað skrjá þá er það barnapían í eldhúsglugganum. Valdís er hjá mér í dag eins og flesta aðra virkadaga og er nýsofnuð. Og ég ætlaði að gera þetta í gær á frídeginu mínum en það var bara bilað að gera. Svona korter í jól og skjótast með pabba gamla sögu til læknis og svona. Þannig að það er bara, þetta kemur allavega núna. Mig er að finna á Instagram og Ravelry sem Helga A71 og svo er ég með svona Ko-fi styrktarreikning sem að ég set bara slóðina á hérna fyrir neðan í dálkinn. Og takk því sem hafið sendt mér kaffibolla. Það er æðislegt, gaman að fá svona glaðninga á til. En það er nokkuð klár þrátt fyrir að það séu annir og fyrst er það svona ekki prjónatengt heldur er þetta snjóbolti sem að ég ætlaði að gera í fyrra. Þennan reikningin á Instagram heitir Vitta Janser Vafitauanser. Skal reyna mun eftir að setja það hérna á skjáinn. Og þetta eru svona gluggastjörnur eða svoleiðis eða veggskraut sem er gert úr annaðhvort hvítum smjörpappír. Ég átti hvítan sníðapappír sem ég var búin að eiga mörg ár. Og þessi er, það er hægt að gera þannig að það sé hægt að setja ljós inni. Ég var með þennan þannig en hólkurinn á milli var bara svo ljótur að ég tók hann úr í morgun því ég ætla að gefa önnu minni þetta. Hún á afmæli í dag, 32. Ég bara veit ekki hver á þetta gamla barn, sko. Og svo er bara spotti hérna til þess að hengja þetta upp. Og ég hafði hann bara það langan og hún getur stytt hann þá. Þetta er ógeðslega tímafrekt en mjög skemmtilegt með góða sögu að hlusta á og fullt af kaffi og nóg af góðu lími og þolinmæði. Þannig að þessi ég ætla að gefa hann í morgun svo ég nei, sýn ykkur hann fyrst. Færin hann svo í dag þegar ég fer með stelpun heim og enda það er bylurigning úti. Ég ætla að leggja þetta fyrir frá mér. Síðan er það þetta prjónatengda. Nú Linda vinkona sem með Hip Hip Barbaneitt á YouTube og á Instagram ákvað að skella í svona hvetja fólk til þess að nýta afgangana á sjalaprjónunu hjá sér og gera sokka og það bara kemur allt til greina til þess að vera með í þessu, nota garnið ef þú átt ekki, ef þú ert búin með garnið þá eitthvað mjög líkt í eða nota munstur úr sjalinu eða eitthvað svoleiðis. Ég notaði bara garnið og ég hafði það tvöfalt og var með 3 mm prjóna og gerði bara svona, ég
gerði held ég 15 umferðir á stroffi, svo bara 10, 9, 8, 7, 6, 5 og alveg niður í eina umferð og fór þá að telja upp bara aftur. Og það er samt ennþá alveg afgangur af þessu og þú veist, þannig að ég er allavega búin með þetta. Nú þarf ég að mynda sokkana og sjalið og setja hashtagið á og monta mig af því. Ég var ógeðslega fljót með seinni sokkin með að við fyrir sokkin. Hárið allt í voli eftir að hafa staðið út að rugga. En ég passaði mig bara á að því ég var að bulla að skrifa vel niður hvað ég gerði, að því ég fækkaði lykkjum þegar ég var búin að gera hælinn. Ég þoli ekki að hafa sokkana of lausa yfir hérna. Ég fytti upp á 56 lykkjum og fækkaði þeim, þannig að ég fækkaði 4 lykkjur á fótinn og gerði nýjan hæl sem að KF Jones í Bakery Bears er að auglýsa. Ég klúðra á honum á seinni sokknum en hann er fínn á fyrri. Þetta er svona öðruvísi hæll og svo maður bara eftir að sjá hvernig maður fílar hann. Ég var búin að gera hann í einhverjum öðrum sokki, ég held ég sé ekki búin að prófa hann heldur. Segir mann það að maður á ennþá nóg af gömlum sokkum, þess maður er ekki fann að nota hitt. Síðan er það The Frankie Shawl. Ég var bara að taka það af mottunni rétt ára en að ég náði í skvísuna svo hún fer ekki að slasa sig á prjónunum. Og þetta er The Frankie Shawl eftir Joji Locatelli, eitt af svona hennar nýjustu útgáfum. Og þetta eru bara svona eiginlega þríhyrningar. Maður byrjar á að gera þennan og svo tengi maður þetta allt saman með bakgæjanum. Og þetta var bara mjög skemmtilegt. Sérstaklega þegar síðasti gæin er þannig að það fækkar alltaf lykkjunum. Og þetta er svona svolítið líkt litunum sem að hún notaði en alls ekki þeir sömu. Ég fór bara í hilluna hjá mér. Ég átti að klippa snirt alla spotta innan og ég bara hafði ekkert tíma í það þegar en þú veist, þetta er tilbúið samt. Ég prjónaði þetta á ég ætla að setjast niður aftur. Ég prjónaði þetta, skal ég ykkur segja, á prjónastærð, sé það ekki, góð prjónastærð, 3,75 og ég var alveg með nóg af garni. Það var svona, þú veist, viðvörun að þetta gula myndi fullnýtast miðað við ef þú notaðir þá típu af garni sem hún gefur upp. En ég held að það hafi verið meira af á öllum mínum hespum heldur en þetta sem hún gaf upp. Og þessi guli er Like Gold Mustard frá Dusty Dimples og það er alveg 425 metrar á þeirri hespu, þannig að það var alveg yfirdrifin á. Og auðvitað þarf ég að gera sokka í stílu þetta sjálf, fyrst ég á svona mikinn afgang. Og síðan er það ljósasta garnið og það var alveg 110 grömm á eins og þessari hespu. Og þetta er líka Dusty Dimples og Feuilly Mortei eitthvað. Og þetta er allt 25,75 gard, 25% nælon og 75% merino, alveg tilvalið í sokka. Cobblestone, það er Red Stag Fiber og liturinn heitir Cobblestone. Það er þessi texti og síðan Frida Fuse frá Berlín, Muchos. Og það
þessi hérna. Og eins og sjáu þá er nóg eftir af garninu. Ég geti gert par af sokkum og húfu. Mögulega byrja ég á húfunni af því mér langar að eiga húfu við sjalið og gera svo bara sokkur á afgangnum þannig að það sé hérna, þú veist, þá ger ég bara lága sokka ef ég er án eitthvað tæpi á gatni. En ég er ógeðslega ánægð með að hafa hérna, að vera búið með þetta sjal. Þetta verður alveg pottþétt fyrir mig. Ég þarf nú að eiga eitthvað af þessu sem ég geri, sko. Og þetta var alveg, þú veist, gatni valið með til þess að þetta yrði mitt. Já, hérna er sérst sokkaskriblið fyrir þessa tvöföldu. Hérna fínt að skrifa þetta niður. Hérna er svo Jóhannupeysa sem sló í gegn í einhverjum sjónvarpsþætti. Já, í vetur, einhverju svona. Og þetta er bara úr tvöföldum óhæri. Og þetta er bara einstærð. Ég sendi bara tölvupóst. Nú er ég ekki með þær upplýsingar, þær eru í símanum sem ég er að taka upp. En þetta er inn á handói prjónarar. Maður setur bara leitina Jóhannupeysa og þá koma upplýsingarnar. Og hún er prjónuð neðan frá og upp. Þannig að þegar ég var búin að prjóna það sem að stendur í úrskriftinni af lengdinni, þá gerði ég ermarnar og áætlaði svo, þú veist, prjónaði svo nokkrar umferðir í viðbót til þess að fá aðeins meiri sitt í hana. Þannig að hún nær mér alveg bara niður á miðlæri. Og í þetta notaði ég þennan Kid Silk sem er mjög svona æpandi bleikur, númer 13. Og svo þennan sem er númer 04. Og þessi mildar svolítið þennan hérna. Og þetta prjónaði á mjög stóra prjóna, þannig að þetta var fljót gert. Ég veit, sko ég er nefnilega með litla hjálparhellu núna og hún hefur passað sig á að fela uppskriftina. Hún er kannski bara í litadótinu okkar. En þetta er Jóhannupeysa og auðveldast að finna upplýsingar hana bara inn á handóðum prjónurum. Eða ef þið finnið ekkert að láta mig vita hérna fyrir neðan og ég skal bara finna út úr því hvert ég sendi tölvupósti. Nú. Það er búin að sýna ykkur klárin. Og já, í Jóhannupeysuna er að fara svona næstu í 9, svona 25 gramma móher. Hörspur sem eru með hvað 210 metrum á minni mig. Eitthvað svo leis. Þannig að ég fór bara í hilluna hjá mér og náði mér í það sem að ég átti til hérna. Nú, svo er það verk í vinnslu og það er mín stjarna frá sama henni Vitt Ajanser. Ég held að hún sé norska, eitthvað skandinavskt. Og þessi hjúts, þetta er sérst önnur hliðin í búin og ég er búin að setja hérna lýsingu í, gataði þannig að það bæði ljós inni og utan á og svo ætlar að koma annar svona jálkur framan á. Sjá hvort ég get ekki bara, það verður bara svona mild lýsing af þessu. En þetta er eins og sama og með hina. Þetta er tímafrekt og gott að unda sér í svona, þegar allt er róli heitu, sem hefur ekki endilega verið hér. En ég tek svona skorpur í þessu.
síðan er það núna sem ég ætla að leggja áherslu á að klára þennan snjóbolta. Aðeins. Allt er góðu, það er bara að tékka á. Heyrist ég heyri einhver hljóð. En ég ætla að vera að reyna svolítið duglega að vinna í þessari peysu sem ég er nýbyrjuð á og ekkert búin að gera í nema líka við bara fytja upp á henni. Og ég er að nota hérna Drops Flóru, eitt þráða henni og eitt þráða Kidsilk frá Drops líka. Og hérna, já, bæði hvítt. Og það eins og er ég að nota 4 mm. Stroffið var 3,5 og á einhverjum tímapunkti á ég að nota 3 mm. Og þetta er Popnit. Sjá. Það er eitthvað mynd. Úps. Riptide blússan. Nú stutterma. Peysa. Popnit Rocking Knitwear Design Riptide Blouse. Hún fer núna inn í stofu eða þegar Valdís er farin. Það er voða lítið hægt að gera þegar hún er vakandi. Og síðan er ég komin aðeins lengra með Hyperknitting teppið. Ég var sérst að klára þetta hérna og er svo bara að fara að gera Garðaprjóns umferðir og síðan kemur á næstu úteikningu. Og þetta leiðir okkur bara beint inn í kvartettpokann. Og þetta teppi er til dæmis í þessari frábæru bók Hyperknitting No. 2 eftir Stephen West. Og þarna er bara hvert stykki á fætur öðru sem maður geti hugsað sér að gera. Þarna er til dæmis sjal sem að ég prjónaði fyrir hann. Ég man ekki hvort ég gerði eitthvað annað. En ég er allavega að gera þetta brjálæðislega flotta teppi. Ég ætla að gera stærri útgáfuna af því. Fantastitch blanket. Og hérna, það er svo margt hérna sem er skemmtilegt, sko. Já, þetta er að kafa eitthvað meiri þessa, sko. Síðan sá ég þessa. Ég var náttúrulega að láta reyna á hvernig mér líst á þýðinguna. Ég er bara búin á svona flettinu og skoða myndirnar og þær eru búið fallegar. Fyrsta þýdda bókin sem ég keypti var bara hræðileg þýðingin á henni, en ég hef svo sem ekkert heyrt neitt af þessari, en hún náttúrulega er tiltölulega nýkomin út. Og mér finnst þetta bara rosalega fallega bækur. Ég er bara sökker fyrir svona bókum. Það er ekkert endilega að gefa því prjóna eitthvað upp úr þeim, en það eru fallegar á borði og upp í hillu hjá mér inn í stofu. Síðan voru þær í handprjón í Hafnarfirði með trylltan díl á dögunum og ég nældi mér í nokkrar gúrmei hespur með góðri aðstoð og fékk sent í pant þetta sem sagt á mánudagsmorgni, geng frá greiðslu tíðan seinnipartinn og þetta var komið til mín á þriðjudagsmorgni með póstinum, bara ótrúlegt með hvað pósturinn er búinn að vera eitthvað brjálæði að gera hjá honum. En þetta kom mjög fljótt og örugglega til mín. Og ég fékk mér hérna ask, 100% hrein norsk ull. Og
þetta frá Hillesvák. Þetta gard sem hún Elli í Skeindernit notar rosalega mikið. Og þær voru bara 500 kall hespan. Og í þessu eru 100 grömm og það eru cirka 315 metrar. Það var svona sportgróleiki. Ég fekk mér 4 svona grænar og 2 gráar. Já, eða svona grábláar. Það er svona blár undirtónn í þessu. Og síðan var líka hérna Gems frá Louette, norður-amerískt, 100% merinoull. Og það eru 50 grömm í, þetta er 50 grömm hespa og eitthvað tæpi 200 metrar. Það eru líka 500 kall og ég fekk mér 4 svona bara gráar, 2 bleikar, 2 gular, 2 svona myndu og eina blöss. Það átti að vera 2 en þetta var síðasta og aðra þá græna. Og ég ætla bara að gera eitthvað skemmtilega svona röndótta jakkapeysu úr þessu og eitthvað skemmtilegt líka úr þessu. Mögulega kíkja ég á síðuna hjá henni Elli á Ravelry og athuga hvort það sé ekki eitthvað peysa góð þar. Þannig þetta datt hún í poka. Alveg vel að þessi viki, sko. Svona með að ég þykist ekkert vera að kaupa eitthvað. Það er bara stundum. Þetta var bara of gott til þess að láta framhjómsi fara. Þannig að þá er bara komið það sem að ég er búin að vera að brasa. Og eins og ég segi, þá er jólin bara eftir korter. Og eins og ég sagði upphafi, ég bara mögulega smelli í svona uppgjörsþátt milli jól og nýjárs. Og dísis, maður á ekki maður á að setja eitthvað á hausinn á sem maður fer út í miðandi rigningu að svæða. Já, þannig að það er ekkert ólíklegt að ég taki saman metrafjöldan og svona reyna að leggja hausinn í bleyti og ég var með eitthvað Excel-skjal í tölvunni en það vantar eitthvað aðeins þar inn, held ég. Nú, afsakið. Hefðbundinn svona þáttur veit ég ekki hvernig hann verður, mögulega bara á nýju ári. Ég fekk pínu verkefni frá Steven sem er leyni og frekar stórt, þannig að ég get svo sem ekkert vera eitthvað að veifa því strax framan í ykkur og það er bara gengur fyrir á meðan að það er og ég er svo sem ekki byrjuð á því, er að bíða eftir uppskrift og en þú veist, ég gríp inn í þetta sem ég með á prjónunum inn á milli ef ég mögulega fyll ekki upp á einhverju nýju. Ég náttúrulega þarf að fylla upp á húfunni og svo sokkum í kjölfarið á því. Ég bara neyðist til þess, hræðilegt. En allavega, við ætlum bara að hafa það náðut hérna hjónin jólin. Við erum voða lítið fyrir eitthvað bras. Við erum bara svona 2 að mestu. Kíkjum bara á krakkan okkar þegar að tækifæri gefst og ætlum bara borða góðan mat og horfa á einhverja þætti og myndir og bara svona almennt líka í leti. Þetta er náttúrulega bara stutt frí hjá útivinnandi fólki. Þó að ég sé að þetta er frí núna eftir föstudaginn. Heppin að mamman vinnur í barnaskóla. En ég bara óska ykkur góðs og gleðilegra handavinnu hátíðarvikna sem framundan eru og bara njótið þess
að vesenast í handavinnunni og sleppa af og ekki, þú veist, jólin koma, hvað sem við erum tilbúin ekki. Ég hef bara langt síðan að ég hef verið svona chilluð yfir þessu. Ég er mest spennt yfir því að vera fyrir skötu á mánudaginn. En það er önnur saga. Já, reyndar á sunnudaginn þá vorum við með svokallaðan raggabakstur. Við hittumst alltaf heima hjá systur minni sem er mamma hans Ragnars heitins. Og þeir sem hafa verið hér lengst viti vel hver sá drengur er, en það er frændi minn sem við mistum fyrir nokkuð síðan eftir afleiðingar af mótorhjólaslysi. Hann lifði í 2,5 ár eftir að hafa lamast frá hálsi og hann var rosaleg barnagæla, gat ekki eignast börn sjálfur en dýrkaði systkinabörnin sín og öll bara lítil börn sem hann sá og bara krakka almennt. Og þau elskuðu hann alveg bara skilyrðislaust tilbaka og hann vissi ekkert skemmtilegra og það var bara svona hans leið til þess að halda hausnum á lífi. Það var að vera umvafinn krílunum af því hann sagði ég get ekki verið fúll í kringu þau. Og og síðan þá hefur þetta verið kallað raggabakstur af því að í 2 jól þá var hann með okkur í þessu og það var gert hjá honum minni mig bara svona til þess að, já, svo að hann fengi að vera með í hasarnum og það var bara geggjað og síðan höfum við verið hjá önnur systur og núna síðast vorum við hjá yngstu dóttur hennar á sunnudaginn og þetta var bara ótrúlega gaman og krakkarnir bara í góðum gír og allir bara, þú veist, þetta var, ég veit ekki hvað eru mörg þessi krakkar, sko, það eru á 2 tug allavega og já, þannig að það var bakað alveg brjála magnaðs og svo var skreitt og svo tökum við ömmurnar og afarnir og mömmurnar og papparnir við þegar þau eru leið á að skreita og gluðrum glasúrunni yfir allt og svo er þetta venjulega bara borðað jafnóðum að það er skreitt, þannig að það er enginn að drukkna í einhverju svona með til þess að taka heim. Og já, þetta eru jólin mín, það er aðventan, það er þessi samvera á aðventunni. Svo er bara fínt að vera á náttfötunum jólin og er ekkert að stressa sig okkur í jólabóðum og svoleiðis. Bara dreifir sig í desember, það er bara langbest. En allavega, ég bara þakka kærlega fyrir í dag og eins og ég segi, óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnuvikna og hátíðar til þeirra sem að halda hana og við sjáumst bara einhvern tímann. Takk fyrir og bless bless.